Góði Faðir á himni, við þökkum þér fyrir orð þitt í Biblíunni. Og nú höfum við ástæðu til að þakka þér alveg sérstaklega fyrir síðustu bók í Biblíunni, Opinberunarbókin. Við höfum ekki alltaf skilið þessa bók og við erum enn að læra það. Það er margt sjálfsagt ennþá sem að þótt eftir að upplýsa okkur sem öðlust betri skilning á þegar fram í sækir. Hjálpaðu okkur að hafa brennandi áhuga fyrir orðið þínu, því að það leiðir okkur til Jesú Krists sem er frelsari okkar. Að við mættum upphefja hann og lifa honum til dýra nú og alla eilífð. Svo ég bið þig að blessa alla viðstadda og hjálpa okkur bara til að meðtaka, því að þetta er svo hrífandi bók. Við biðjum í Jesú nafni. Amen. Við erum að taka fyrir 4. kaflan og 5. kaflan í Opinberunarbókinni í dag. Sjáum við hvernig kafli byrjar. Eftir þetta sá ég í sýn, opnar dyr á himninum, og röstin hinn fyrri ég heyrði sem lúðurgylli, talaði við mig og sagði, stígu upp hingað, og ég mun sýna þér það sem verða á eftir þetta. Sjáðu, aftur og aftur það ítrekka við okkur. Takið eftir, því að það er eitthvað bil að fara að gerast. Og ég að segja okkur frá því, segir Drottinn í reynd. En tókuð eftir því þarna bara í fyrstu línunni segir að okkur standa opnar dyr af minnskosti Jóhannesi og honum var boðið að sjá inn í himinin. Og það sem hann sá er það sem við ætlum að fara yfir í dag og er nánar getið í 4. og 5. kafla. Hugsið ykkur ef við fengjum að sjá inn í himinin. Væri það ekki eitthvað sérstakt að upplifa? Og það er Drottinn sem er að tala þarna og hann vil endilega að við gerum okkur grein fyrir því sem hann vil opinbera fyrir okkur jafnvel ennþá frekar. Og við höldum áfram í öðru versi. Já, skjótt var ég hrifinn í andar. Sjáðu, Jóhannes var viðbúinn. Hann vildi sjá inn í himinin. Honum var boðið að fara inn þessar opnu dyr í vitru, í sýn. Og hann segir, og sjá, já, hann var hrifinn í anda og sjá hásæti stóð á himni og einhver sat í hásæti. Vitið þið hver þetta er? Þetta er ekki Jesús Kristur. Þó að hann komið við sögu þarna líka alveg rétt innan skams. Þetta er Guð Faðir. Við sjáum það á orðalagi og þeim boðskap sem er í þessum línum sem á eftir koma. 3. versi. Sá að þar sat, sýndist líkur jaspersteini og sardissteini. Og regnbogi var kringum hásætið á að sjá sem smaragður. Og svo segir að umhverfis hásætið voru 24 hásæti og í þeim hásætum sá ég sitja 24 öldunga skrýdda hvítum klæðum og höfðum þeirra gullkórónur. Þegar ég las þetta fyrst fyrir svona mörgum árum, jafnvel áratugi síðan, hafði ekki hugmynd hverju þessi 24 öldungar getur verið. Og ég held að ég skilji það betur núna og ég ætla að deila þeim skilningi með ykkur í dag. Þarna eru einhverjir öldungar. Það þýðir ekkert endilega að þeir séu svo gamli menn útlítandi. Öldungar voru leiðtogar í söfnuði Drottins í gegnum aldirnar og það gat átt við unga menn líka. Til dæmis Páll postuli var einn af öldungunum í Ísrael og þó var hann á góðum aldri þegar Drottinn skikkaði hann til og kallaði hann til þjónustu við sig í staðinn sem vinna gegn söfnuði Drottins. Svo þetta er það sem að Jóhannes sér þegar hann fer eða lítur inn í gegnum þessar opnu dyr inn í himinin. Ég vil líka geta þess að í sambandi við opna dyr sem Guð alveg sérstaklega sýnir Jóhannesi og nú okkur, hann er að sýna hjálpræði stendur alltaf til boða, alla tíð, allir eru kallaðir, allir syndarar, allir jarðarbúar. Guð ætlar þeim öllum að njóta frelsis, sáluhjálpar, ef þau bara vilja.
Kristur dáinn fyrir alla, sama hversu vondir, spilltir eða sinnsamlegir menn og konur kunna vera. Kristur dáinn fyrir alla. Og það vil ég að sá boðskapur skiljist hér og fari hér út, að við erum að boða hjálpræðu öllum til handa. Guð góður Guð. Það vill ekki að neinu farist. Og það í öðru Pétursbréfinu, þá eru spottarar sem að koma fram á síðari dögum segir. Og þetta þriðja kafla. Og þeir hafa sem sagt þessa von að Kristur muni koma aftur að háði og spotti, því að hann enn ekki kominn. Og þetta var sagt fyrir 2000 árum síðan. Og nú erum við hér í dag og Kristur enn ekki kominn. En það segir líka að Guð, hann vill ekki að neinu glatist, það stendur. Heldur að allir komist til iðrunar. Því að hann í þessum verkefnum og þessari framkvæmd að frelsa alla menn, karla og konur. Svo þetta á erindi til okkar allra vini og við skulum halda áfram. Þið sjáu hérna regnboga á tjaldinu. Hvers minnist þið þegar þið sjáu regnboga? Hvar fyrst getið regnboga á himninum? Það í sambandi við Nóaflóðið, syndaflóðið, eins og það kallað líka. Að því loknu þá setti Guð þetta merki í himinin til þess að vera svona eins og undirskrift eða staðfesting þess að hann myndi aldrei aftur eyða öllu lífi á jörðinni með flóði. Það flóð sem sér stað og fólk festi í flóðum á einstökum stöðum, en aldrei aftur eins og það var. Vísindamenn kunna útskýra þetta að þetta eru ljósbrot þegar að sólin eða ljósbirta skín í gegnum regndropa eða úða, að þá myndast þessi litaskipti. En hver setti þetta lögmál í náttúruna? Skaparinn. Og hérna, alveg eins og það getið regnbogann í byrjun Biblíuna, svo að segja, það í 9. kaflanum í 1. Mósebók með regnbogann, að þá hans getið hérna í 4. kaflanum í síðustu bók Biblíuna. Og þar finnum við að regnboginn umhverfis hásæti Guðs. Svo að þetta svo uppörvandi fyrir mig að uppgötva. Drottinn, hann samur, eins og í upphafi, þannig hann nú á þessu síðustu og verstu tímum. Svo að þegar ég sé tvöfaldar regnbogi, þannig kemur það tvöfaldar, þá lyftist brúnin hjá mér og sonur minn, Þröstur, sem prestur í Bandaríkjunum, hann var á ferð núna bara nýlega fyrir nokkur dögum og þá sér hann þrefaldan regnboga. Það eins og sé þreföld svona áskorun, minnist mín, segir drottning, í reynd í gegnum þetta merki sáttmála hans við Nóa, við mannkynin, hérna fyrir löngu síðan. Og alla eilífð munum við líklega sjá þennan regnboga, þetta merki umhverfis hásæti drottins á himni, alla eilífð. Við förum yfir í Jesaja 6. kaflan, af því að Jóhannes, hann sér inn í himinin, hann sér einhvern í hásætinu. Og þetta var ekki Jesús. Hann kemur við sögur eftir nokkrar mínútur hérna, en við förum yfir einni. Þetta faðirinn. Og við minnumst þess að Kristur sagði, enginn hefur séð föðurinn. Enginn. Nema ég. Og það eitthvað á bak við þetta sem við þurfum að átta okkur á að skilja. Og það auðskilið þegar við förum að skoða út af Biblíuna. Hvað áttu við hér? Nema hér Jesaja. Í 7. kaflanum í spádómsbók Jesaja og þar í byrjun kafla segir árið sem Úsía konur andaðist sá ég Drottinn sitjandi á háum og gnæfandi veldistóli og slóði skikkju hans fyllti helgidóminn. Umhverfis hans stóðu serafar, það heiti sérstaklega engla. Hafði hver þeirra 6 vængi, með 2 huldu þeir ásjónu sínar, með 2 huldu þeir fætur sína og með 2
flugu þeir. Og þeir kölluðu hver til annars og sögðu heilagur, heilagur, heilagur er Drottinn allsherjar, öll jörðin er full af hans dýrð. Við raust þeirra segir, þeir kölluðu skulfu undirstöðu þröskuldana og húsið var fullt af reyk. Þá sagði ég, vei mér, það úti mig, því að ég maður sem hefur óhreina varir og býr meðal fólks sem hefur óhreina varir, því að augu mín hafa séð konunginn, Drottinn allsherjar. Ef þú veit, var þetta Jesús sem að Jesaja sá? Vegna þess að Jesús segir löngu seinna, Jesaja var uppi í kringum 600-700 ár fyrir jarðvistadaga Krists. Og þegar Jesús gengur hér á jörðu, þetta mörgum öldum eftir Jesaja, að þá segir hann, enginn hefur séð föðurinn, nema ég einn. Og þarna blasir einhver í hásæti á himnum við Jesaja. Þessna held ég, eða tel, að þetta hljóta hafi verið Jesús. Því að hann var til, hann frá eilíð og verður til eilíðar, á sér enga byrjun og engan endi. En þegar hann kom hingað til jarðar til þess að lifa meðal manna sem fullkomin fyrirmynd og dó sem fullkomin fórn fyrir syndir okkar mannana, hann hefur getað tapað í þeirri viðureign við Satan. Og þá hefur orðið eilífur aðskilnaður milli föðurins og sonarins. Og við höfum öll færst af eilífu. En hann sigraðist yfir dauðann, yfir Satan og þeim herafla fallina engla sem fylgdu Satan að málum í uppreisninni á himnum. Og þarna Jesús sennilega að opinberast Jesaja. Og Jesaja skildi þetta alveg rétt að syndugur maður sem allt í einu finnur sjálfa sig í nálægð eilífs, almáttugs, syndlaus og réttláts Guðs. Hann lifir það ekki af, hann deyr. Svo það þurfti eitthvað að gera þarna. Það segir þarna, þá sagði ég, vei mér það út mig þegar ég maður með óhreina varir. En þá var eitthvað gert og ef þið lesið þetta að þá sagt í framhaldinu, að þá sagt frá því að það var komið með kol frá undan hásæti Drottins, glóandi móla, sem sagt móla, til að snerta varir syndurs manns og hreinsa hann af synd hans, svo hann fengi staðist í nálægð Guðs. Af hverju ég að segja ykkur þetta? Við fáum hérna það næsta. Það segir, enginn, já þetta í Jóhannesarguðspjalli 18, enginn hefur nokkuð tíma séð Guð, sonurinn eini, Guð sem í faðmi föðurins, hann hefur byggt hann. Svo að þegar ef okkur boðið að vera í nálægð heilags Guðs eða jafnvel Jesú Krists í hans hreinleika og heilagleika í öllu þessu veldi í dag, við myndum ekki fá staðist og ekki lifa það af nema eitthvað gert til að hreinsa okkur allri synd. Og þegar Kristur kemur til að sækja fólkið sitt, þá búið að dæma í máli hvers og eins. Og þegar hann lýsir því yfir að við í hinum himneska dómi að þessi og þessi sé réttlátt manneskja, þá viðkomandi réttlátt manneskja þar til að kemur sem stuttur tími og síðan